Góðan daginn, gott fólk, og verið velkomin. Og sömuleiðis góðan daginn, gott fólk sem að að horfa á okkur í gegnum fjarskiptakerfi landsins. Ánægjulegt að sjá ykkur. Við vitum að við erum að halda hér kynningu með stuttum tíma fyrir jól, en við ákváðum að gefa ykkur gott fóður fyrir jólin og það til skýrsla á vef stjórnstöðarinnar sem gæti verið góð bók til að lesa jólin sem heitir Álagsmat umhverfis, innviða og samfélags gagnvart fjölda ferðamanna á Íslandi. Þetta mjög áhugaverður titill og fer ábyggilega vel með jólastekinni. En þetta verkefni sem hefur verið unnið á vegum stjórnstöðar ferðamála og ráðuneytisins, ferðamálaráðuneytisins, og hefur það markmiði sem kemur hér fram á eftir að reyna að búa til eitthvað viðmið fyrir okkur sem Íslendinga hversu mörgum ferðamönnum við getum tekið á móti. Það eru hérna 3 heiðursmenn sem ætla að fræða okkur þetta og að vinna í þessu verkefni með okkur. Ólafur Árnason frá Eflu, Ray Selter sem ráðgjafi frá Nýja-Sjálandi og Nathan Regner sem frá Bandaríkjunum, og þeir kynna sig sjálfir þegar þeir koma hér í púltu. Þetta svolítið stíft prógram hjá okkur og með því mann Þórdís ráðherra, hún forfallaðist. Það svo mikið að gera í þessum flugmálum að ráðherrarnir, það svona, ef þeir ekki að þarga niður á þingi, þá þeir að bjarga einhverjum málum sem snúa að ferðaþjónustunni, eins og í þessu tilfelli. Þannig ég átti að skila kærri kveðju til allra hérna og hún bara baðst afsökunar á að þau þurfti að forgangsraða með öðrum hætti. En fyrir vikið þá fáum við 10 mínútum ekstra sem við getum notað í spurningar. Þannig ég ætla ekki að hafa inngangi lengri, ég bið ykkur að muna eftir að slökkva á símónum og svona þessi praktísku atriði. En Ólafur Árnason, gjörðu svo vel. Komið sæl, ég heiti Ólafur Árnason og verkefnastofan Eflu. Ég hef þann titil að vera verkefnistjóri í þessu verkefni. Það koma mjög margir að þessu, bæði hjá okkur, hjá Eflu, okkar samstarfsmenn frá Nýja-Sjálandi og Bandaríkjunum. Og svo eins og ég mun fara yfir, þá hafa mjög margir komið að þessu, víða að, úr bæði stjórnsýslunni, meðal stofnana, meðal fyrirtækja sem hafa verið að móta þetta með okkur. Ég breyti titlinum eins og við sjáið. Þetta mjög flottur og langur titill. Við dálítið vísum til þess að þetta sé kallað álagsmatið. Okkur fundist að vera lýsandi yfir það sem við erum að reyna að gera. Og það sem ég ætla að fara með yfir ykkur í dag aðeins bakgrunn og markmið þessa verkefnis, þannig aðdragandann. Ég ætla að fara í vinnuna til þessa, þannig ég skýri það aðeins frá því sem hefur verið að gerast í þessum áfanga 1. Ég ætla að lýsa því sem í gangi síðan í vinnunni, í áfanga 2. Og svo ætla ég aðeins svona að fabulera pínulítið kannski aðferðafræðina sem við erum að nýta á einhvern svona einfaldan aðgengilegan hátt, vonandi. Með aðdragandann, þegar við komum að þessu verkefni og stjórnstöðin bað okkur að fara að staði að skoða þetta, að þá fengur við bara einfalda spurningu sem ekki til kannski einfald svar við. Bara hvað getum við tekið á móti mörgum ferðamönnum með tilliti til samfélags, efnahags og umhverfis. Og þegar maður byrjar strax að tala og hugsa hluti bara eins og innviði, hvað að tala þar, þannig að koma upp svona einhverja svona blaðafyrirsagnir eins og þessar. Maður heyrir innviði og pressa á innviði svona í fjölskylduboðum. En hvað það nákvæmlega síðan dálítið annað mál og hefur verið hluti af því hvernig við erum að nálgast þetta verkefni að ramma það inn. Það kannski ekki óeðlilegt við það að við sjáum svona fyrirsagnir. Þetta þróun ferðamanna hér frá árinu 2002 og eins og við sjáum þannig að hefur fjölgunin verið mjög mikil og við þekkjum. Þannig að þetta kannski staðreyndin sem við höfum að vinna með. Ef við horfum á þetta aðeins öðruvísi, þá getum við sagt að álagið sem þá einhver samnýting á innviðum og umhverfi okkar þá bæði af okkar nýtingu íbúana og eins af þá nýtingu ferðamanna sem koma hingað og eru að samnýta með okkur og fara hér landið. Þannig að þessi mynd hérna sýnir þá, bláa línan sýnir nú bara þróun í íbúafjölda og gula línan hún sýnir þá ferðamenn auk íbúa. Hér eru við búin að nýta tölu til þess að skoða þetta eins og í mánuðina hvernig heildarfjöldi
í landinu á hverjum tíma. Ef við tökum 2 ár, árin 2010 og 2017, að þá það þannig að í ágúst 2010, það voru kannski 350.000 manns í landinu á þeim tíma, miðað við þessar tölur, og 450.000 á sama tíma árið 2017, sem talsverð aukning og kannski aðeins að ramma inn þetta álag sem við erum að tala Út frá þessu ætla ég aðeins að fara inn í markmið verkefnisins. Við erum í rauninni að svara þeirri lykilspurningu að reyna að átta okkur á hver einhvers konar þolmörk eða álag vegna fjölda ferðamanna og það miðað við afkastagetu samfélagsins. Við erum ennþá í ansi stórum orðum og breiðum, ég átta mig á því. Hvað getur Ísland tekið mörgum ferðamönnum horft til svona krítískra þátta í samfélagi umhverfis innviðum og efnahag sem til staðar í dag. Og ein áhersla var svo að reyna að bera þetta saman að einhverja viðurkennda alþjóðlega mælikvarða. Þannig að svona þessar spurningar sem við höfum haft í huga þá að horfa á það hver þessi þolmörk þessari lykilþátta, hvað stöndum við í dag og til náinnar framtíðar og svo eins en átt að sjá því þá hversu hreyfanlegir þessi þættir til úrbóta, hversu fjárfrekar einhverja úrbættu lykilþátta ef þær þarf, eða einhverja aðra leiðir eða aðgerðir sem þarf að gera vegna þessa álags, ef það orðið það mikið. Þegar við fórum að staði að skoða þetta verkefni og við höfðum samband við sérfræðinga sem hafa verið að vinna í sambærilegum málum erlendis, þá komumst við því að þetta í fyrsta skipti sem þetta unnið hér á landi, náttúrulega þessum skala, við vitum það, en líka við fundum ekki sambærileg verkefni sem eru unnin á landsvísu erlendis, þar sem þetta skoðunar þolmörk eins og þessi. Það til ýmis dæmi, það til ýmis sett af vísum sem við gátum litið til, en það var ekki þannig að við gætum tekið eitthvað verkfæri og yfirfært yfir þetta land og keyrt það áfram þannig. Þar fyrir utan þá þótti okkur líka mikilvægt að þetta væri þróað í samráði við hagaðila, þetta væri þróað í samráði við umhverfið. Þannig að það var ákveðið að áfangaskipta verkefninu og byrja því að fara í mótun á aðferðafræðinni. Það svo skýrsla sem að við hafið séð hérna frammi og sáðu forsöðun á hérna upphafi, sem þá þessi ákvörðun á vísum og aðferðafræði. Að því loknu og lokinni rýni á því þá lagt að stað í seinni áfangan sem gildisetning á vísunum og mataálagi og það það sem við erum að kljást við akkurat núna. Þetta á síðan að nýtast á í síðari vinnu sem einhvers konar tæki stöðumat inn í frekari stefnumótun. Ef ég fer aðeins í áfanga 1, stutta samantekt. Þegar við horfum á innviði og erum að reyna að átta okkur á því, öllum þessum frumskógi og þessum hugtökum á innviðum, þá ákváðum við að nálgast verkefni þannig að horfa kannski til megin fótspors ferðamannsins. Þið verður átta okkur á því að við erum að reyna að gera þetta fyrir landið allt. Okkar gögn sem við erum að reyna að nýta eiga helst að vera fyrirliggjandi. Við erum að reyna að vinna eftir gögnum sem eru til, gagnasettum sem eru til fyrir langan tíma. Þannig að við erum dálítið upp í stefnumótunarstiginu með nákvæmnina í þessu máli. En allavega hana, megin fórsporið má kannski skilgreina svona, við að sjálfsögðu fáum ferðamenn inn í gegnum flugvelli og hafnir. Þeir nýta vegakerfið með okkur, veitingar og þjónustu, gististaði og svo í svona einfaldari mynd tölum við það afþreyingu, ýmiss konar og svo nýtingu á náttúrustöðunum. Auðvitað það þannig að undir þessu síðan ýmis mál önnur sem við getum kallað styðjandi innviði sem tengjast öllum þessum lykilþáttum á mismunandi hátt. Hvort sem það eru húsnæðismarkaður eða byggingastarfsemi eða sérfræðistörf við ferðaþjónustu, veiturnar okkar og svo framvegis. Þessi mynd, við höfum reynt að hafa hana svona til hliðsjónar þegar við erum að nálgast þetta verkefni. Horfa á þetta út frá þessu og standa svona dálítið með henni í gegnum ferlið. Svo náttúrulega erum við verkfræðistofa, stundum fyrir við að búa til töflur. En þessi tabla hér, hún samt ágætt. Þegar við fórum að ramma inn hvernig við vildum síðan gera þetta, þá horfum við á það að, við erum þetta fótspor. Fyrsta lagi erum við með þjóðhagslega þætti sem við viljum skilja. Ýmislegt sem varðar bara vinnumarkað og annað slíkt og við vitum við tölur og ágætt að taka inn. Við eigum upplýsingar þessa snertifleti við lykilinnviðin okkar. Við þurfum bara átt okkur á því hvernig við nýtum það til þess að meta þetta. Flugvöllur og hafnir, vegakerfi, náttúrustæði, gisting og svo framvegis.
Við lítum á upp að segja ok, síðan þessi styðjandi innviðir eins og heilbrigðisþjónustan og álag þar, húsnæðismarkaðinn og svo framvegis. Og hvernig metum við síðan samfélagslega þáttinn? Hann bæði óbeint í gegnum álag á húsnæðismarkað eða annað slíkt, en einnig út frá þessum gögnum sem við höfum sem við köllum þjóðarpúls og ferðamannapúls. Það er að segja svona líðan, hvernig finnst fólki að ferðamennska sé hafa áhrif á okkur og hvernig finnst ferðamönnum við vera að standa okkur. Þannig að það dreigi út sérstaklega. En hér vantar náttúrulega inn þá ýmislegt. Sko. Í fyrsta lagi þá þessi gögn til sunda þessu þarf kannski að fara aðeins niður á svæðisvísu með, þó við þurfum að reyna að halda okkur í þessum lykil þáttum núna á landsvísu. Í öðru lagi þá þurfum við að gæta þess að það sé jafnvægi á milli þess að við lítum til hagrænna þátta, umhverfislegra og samfélagslegra og það gengur þvert í gegnum þetta fótspor. Nú, áframhaldandi þegar við fórum síðan að vinna með þessa þætti það við þurfum að líta til árstíðabundinnar sveiflu. Við þurfum að horfa á þennan hreyfanleika, við þurfum að hafa breytur sem mæla það hversu hreyfanlegt til úrbóta eitthvað annars nýtist þetta ekki almennilega í stefnumótun og kostnaðarmatið. Við fórum að stað með þessa mynd inn í vinnuhópa síðasta haust. Við settum upp 4 hópa sem að heita efnahagslegt jafnvægi sem horfðu sérstaklega innviði á fjárfestingar. Annan hóp í efnahagslegu jafnvægi sem horfðu á þjóðhagslegu stærðirnar. Umhverfislegt jafnvægi og félagslegt. Þannig að hver þessara hópa hafði ákveðin fókus á þetta sett sem við vorum að tala sem ég var að tala Þetta eru þáttakendur, það er að segja þetta eru þeir aðilar sem komu að þessari vinnu. Hóparnir hittust, það voru samtals 16 fundir, hver hópur hittist 4 sinnum til þess að fara yfir okkar hugmyndir að þessum mælikvörðum og rýna þá. Farið við þau gögn sem við gætum nýtt til þess að gera þetta og svona rýna hjá okkur lokarniðurstöðuna. Hún liggur fyrir núna í þessari skýrslu. Þetta eru 66 vísar, þetta sett af mælikvörðum þá, eða vísum, til þess að meta álag vegna ferðamennsku á umhverfis samfélag innviði og efnahag. Við erum að leggja áherslu á það að þetta nýtist fyrir landið allt. Mér langar alltaf rosalega mikið niður á svæði, það langar alltaf öllum rosalega mikið að fara ofan í dítelinn, en við erum að reyna að halda okkur ofar. Þannig að þetta fyrsta skref þá komið og við gáum líka aðeins yfirlitið það hvað við töldum að vera ákjósanlegt að meta í framtíðinni og við erum að halda því áfram núna. Ég ætla að fara yfir hvern einasta. Þetta bara til sýningu svona aðeins stærðin í þessu. Við erum komin sem sagt með þessa vísa núna og það sem í gangi akkurat núna að halda áfram að rýna þetta og fylla inn í þetta, afla gagnanna og fara í sjálft matið. Það kemur þá áfanga 2. Í áfanga 2 þá ákvað stjórnstöð að halda sama verkhópi. Verkefnisstjórnunin í höndum stjórnstöðar ferðamála og EBLU. Ráðgjafarnir koma frá EBLU og Tourism, Recreation and Conservation frá Nýja-Sjálandi og Recreation and Tourism Science frá Bandaríkjunum. Við erum með sérfræðihópa, okkur fannst það ganga vel. Ég segi 4 hópar. En við ákvaðum að breyta þeim í 5. Hlutverk þeirra að rýna gögnin áfram með okkur, skoða alþjóðlegan samanburð og reyna að finna út þessa gildisetningu á þessum mælikvörðum með okkur. Við ákvaðum að meginstefið í vali og aðilum núna inn í þessa vinnu væri dálítið sérfræðingar frá akademíu og stofnunum. Við vitum að ef þetta tæki tekst vel og við höldum áfram að nýta það og þróa það, að það mun hagnýtt gildið þess aukast og hagnýtt vægi, meiri úrvinnsla, minni þróun eftir því sem komin í framtíðina. En akkurat núna þótt okkur mikilvægt að hafa gott bakland í akademísku umhverfi til þess að þróa þessa aðferðafræði áfram. Verkhóparnir sem hófu vinnu sína núna í vikunni. Við erum búin að halda núna einn fund með öllum hópum til þess að hefja vinnuna. Þeir eru sambærilegir við það sem ég sýndi ykkur áðan, nema við ákvaðum að skerpa á fókusnum í félagslegu hlutunum og vera annars vegar með hóp sem snýri að stoðþjónustu, húsnæðis- og vinnumarkaðsmálum sérstaklega og svo hins vegar að félagslegum áhrifum og viðhorfum ferðamanna. Þetta er náttúrulega þröngt. Við viljum bara byrja á því að undirbúa okkur vel með þessum sérfræðingum en okkar hugsun svo að við sérfræðingarnir við byrjum að móta á safna gögnunum
Við erum að ítra þetta með sérfræðihópum og spírallinn á þess að sína það. Þetta er ekki að gerast eitthvað línulega. Við viljum opna síðan á umræðu meðal hagsmunaaðila afurðina. Þetta hérna er hlutið af því að kynna þetta fyrir ykkur. Og það sem áætlað er að gera er að þegar að drög liggja fyrir, þá verður það lögð fram til kynningar og við fáum inn vonandi góðan efni við og góða gagnrýni á þetta frá ytra umhverfinu. Þannig að okkar von er að það verði þá einhvers konar samfélagsleg sátt þetta sem eitt af stjórntækjanum fyrir ferðaþjónustuna til þess að halda áfram með stefnumótun inn í framtíðina. Þetta hérna sýnir helstu verkþætti. Við erum að vinna núna í því að ljúka samantekt á gögnum fyrir alla vísa. Það er skref 1. Það er í vinnslu að vinna með sérfræðihópunum í rýni og gildisetningu á vísunum og að fara að setja upp sviðsmyndir. Við gerum ráð fyrir því að ljúka því svona í janúar, febrúar. Við ætlum að vinna þetta þétt. Við ætlum að vinna drög að þessum niðurstöðum í febrúar, mars, sem þá skref 4 og setja þá út til kynningar og samráðs í mars, apríl. Þannig að við vonumst til þess að við séum að ljúka þessari vinnu með þá úrvinnslu úr samráðsferli og gerð einhvers konar loka skjals eða loka afurðar í apríl á þess ári. Nei, á næsta ári. Aðeins aðferðafræðina. Ég er að einfalda þetta mjög, en þetta er eins og við erum að reyna að sjá þetta fyrir okkur. Við erum með hvern álagsvísi og þar erum við að mæla, ekki satt, eitthvað sem heitir heildarafkastagetu sem að hvíti kassan á að gera. Þar er notkun íbúa og þar er notkun okkar gesta og það er það sem við viljum átta okkur á. Það sem við viljum helst gera, ég segi stundum í mínum heimi það sem ég er Guð, þá vil ég hafa nú mikið af gögnum til þess að þetta verði svoleiðis, að ég hafi upplýsingar sögulega þróun hvern vísi. Þannig að yfir tíma að þá áttu ykkur á því hvernig álagið hefur verið að þróast og hver núverandi staða er. Þessi rauða aura á að gefa þetta kynna. Þannig að í stóru myndinni ættum við að geta gert það þannig að gildisetja hvar við sitjum í dag. Erum við innan eitthvað sem við kallum ásættanlegt ástand? Erum við kannski fann að nálgast eitthvað sem við teljum vera aðgerðabil og það þurfum að fara að verja meiri athygli og fjármunum eða öðru slíku í þann málaflokk? Eða erum við hreinlega ofan marka? Er álagið þegar orðið og mikið? Það má horfa þetta aðeins öðruvísi líka. Ef við gerum á fyrir þetta sé einhver heildarafkastageta í kerfi. Hver hópur fyrir sig er að fá skilning á því hvar við sitjum í álagi. Þetta var svona að sýna það. Við gerum ráð fyrir þessi samnýting í kerfinu frá okkar núna 2,5 milljón ferðamanna sem koma til Keflavíkur og að við reynum síðan að áætla núverandi gildi í álagi innan hvers þáttar. Hérna náttúrulega er þetta einföldun, umhverfislegt jafnvægi samastendur á mjög mörgum vísum og við erum að fara að líta til hvers þeirra. Þetta er meira til þess að sýna ykkur svona hvernig við sjáum þetta fyrir okkur í heildina. Hérna verður komið einhver núverandi gildi. Álagsmatið ætti þannig að gefa okkur þá einhverja yfirsýn yfir það hvar við sitjum innan álagsmarka til dæmis hér með að við óbreytt ástand. Við getum síðan horft inn í framtíðina á áætla sömu gildi eftir 5 ár og sé fyrir okkur hvort við séum þá með að við óbreytt ástand að nálgast einhver aðgerðamörk eða hvort við séum hreinlega komin í eitthvað sem við teljum vera óásættanlegt ástand. Auðvitað er þetta ekki svona einfalt, við erum að horfa inn í framtíðina með allskyns hluti sem eru algjörlega á hreyfingu. Þetta er svona dálítið skotmark sem er á fullu. En enga síður það ætti þetta að gefa okkur þetta og þennan skilning. En það sem við viljum líka gera er að átta okkur á því hvernig þróun í þessum innviðum gæti orðið með það að þetta er kurvan sem við þekkjum. Ef við tökum einhverja sviðsmyndir og nú vil ég leggja áherslu á það að hér hendum við upp inn í Excel nokkrum dæmum á nokkurar umræðu. Segjum hérna minnkun upp á 2%, þá ættum við að enda í þessari tölu. Við segjum 0% vöxt sem heldur okkur í óbreyttu ástandi. Segjum 4% vöxt sem komnir í þá 3,6 milljónir hérna árið 2030. Eða segjum 12% vöxt sem gefur okkur 9,5 milljón á sama tíma. Það sem við viljum gera er að átta okkur á því þá hvar liggja þessar víddir í þolmörkum miðað við þetta og hvernig getum við horft inn í framtíðina út frá bæði sviðsmyndum
og líklegri þróun í innviðum og fjölda gesta til þess að átta okkur á því hvar það sem við þyrftum að leggja sérstaka áherslu á aðgerðir. Þannig að afurðin, við sjáum þetta fyrir okkur sem grunn eða stjórntæki til að byggja framtíðarstefnu Íslands sem áfangastaðar á svona hærra leveli, getum við sagt, og hjálpatæki við stjórnun sem hefur það markmið að tryggja að íslensk ferðaþjónusta verið sjálfbær til lengri tíma. Þetta grunnur til ákvarðanatöku, það getur hjálpað með forsendum fyrir ákvarðunum og þannig hjálpað við að forgangsraða fjárfestingu eða öðrum aðgerðum. Þetta setta vísun til að meta álag ætti líka að fá að þróast og verða nákvæmara og það sem við reynum að leggja áherslu á að þetta tengist öðrum rannsóknum og álagsmati niður á svæði. Þannig að þetta verði að lokum hluti af kerfi sem að getur farið frá þessu yfir allt landið niður í ákveðna málaflokka. Ég hef nú ekki meira að segja, ég held bara nokkuð. Þakku fyrir. Að því við fengum ekstra mínútur að því að ráðherra forfallaðist, þá var ég að spá í áður en að Rey byrjar, hvort við ættum ekki að opna þess fyrir spurningar þessa aðferðafræði. Eins og þið hafið vantilega átt ykkur á, þá þetta þróunarverkefni og hóparnir að fóta sig áfram. Í þessari viku hafa vantilega verið milli 50 til 70 mann sem hafa komið af þessari vinnu og þetta breiður hópur og mikil sérfræðiþekking. Þannig að við höfum smá tíma núna og ég vildi bara opna fyrir spurningar ef einhverjir eru. Þetta kannski var svo skýrt, það búið að pressa svo á alla að halda tímamörk og Óli hann bara klára þetta með tíma. Ég mátti hafa 35 mínútur, ég kláraði þetta á 18. Þórir? Já, þetta góð spurning. Við höfum rætt þetta einmitt. Ég held að á þessu stigi þá eru svona þeir mælikvarðar sem við erum með, við getum komist af án þess, getum við sagt, með gögnum sem við erum að fá. Mælikvarðarnir sem við höfum, segjum til dæmis varðandi vegakerfi og annað, þetta eru tölur sem að gefa okkur þetta heildarálag sem dæmi. Þannig að við sáum ekki fram á að við gætum nálgast þetta alveg svona eða þyrftum þess endilega þessu stigi. En ekki sammála því, við fórum ekki alveg inn í dítilin. Það kemur kannski að því ef við komumst að því að allir sjálfbærni vísarnir við gildisetningu eru þannig að við erum alveg í efri mörkum á þanþolinu sem við höfum. Já, þá náttúrulega orðið ástæða að fara í svona ítarþætti og átta sig á hvar bilið en í upphafi þá erum við ekki búin að gefa okkur að við séum staddir af einhverjum ákveðnum stað. Þannig að svona breyta kannski kemur síðar. Þetta verkefni er svona eins og ferðalag og við erum á upphafspunktinum og það kannski pínlítil óvissuferð í því. Og ef við horfum á hliðstæðu eins og fiskveiðistjórnunarkerfið, þá tók það cirka 20-30 ára að fá það til að virka. Og þeir sem muna svo langt aftur, þeir muna að við vorum með sóknardagakerfi og skrapdagakerfi og vorum með fullt af kerfum áður við lentum í þessu kerfi sem við höfum í dag sem að virkar mjög vel sem verndunarkerfi til stjórnunar á fiskveiðum. Það sem við erum að gera hér sem öðruvísi sem var gert þar að þegar fiskveiðistjórnunarkerfi var innleitt þá tók það nær eingöngu tillit til líffræðilegra þátta. Það var engin samfélagsvíti í því eða önnur efnahagsleg vít. Það tók fyrst og fremst til líffræðilega þátta, síðan hefur það þróast. Hérna erum við strax í upphafi að reyna að hnýta þessa þætti saman og finna þá lægsta samnefnarann sem getur komið úr hvaða vít sem út frá mörgum sjálfbærni vísum og fara svo að kljást við þá samnefnara sem gefa okkur lægsta gildi til þess að hámarka.
Við erum á sama hátt að fara úr þá eins og í fiskveiði heiminum úr þessu ólympíska ástandi, það að segja fjöldi ferðamanna, þeim fleiri, þeim betra, í það að fara að hámarka. Við viljum þá fara að horfa til þeirra ferðamanna sem að gefa mest af sér, falla best að íslensku samfélagi, eru með sem grynnst fótspor í íslenska náttúru og gefa okkur sem mest efnahagslegan ábata. Þannig að það svona von okkar að þetta kerfi muni þróast með tíð og tíma. Það verður mjög gróft fyrst en það mun ítrast eins og fiskveiðistjórnunarkerfið og með tíð og tíma verður okkur alltaf öflugur og öflugur stjórntæki. Ferðamaðurinn pínulítið flóknara fyrirbrigði heldur en fiskurinn og við eigum eftir að kljást við það. Og í því samhengi þá þurfum við að horfa til þess að ef við horfum á til dæmis þessar, skulum segja, 3 megingreinar á Íslandi, fiskveiða, landbúnaðar og svo ferðaþjónustunnar, þá vinna við rannsóknir í fiskveiðihlutanum væntanlega 150-60 starfsmenn hjá Hafró og 60-70 hjá Fiskistofu, alls ekki 200, hvort það ekki orðið upp í 250 manns. Það svipað hjá landbúnaðinum. Ég veit ekki hvort við erum með 20 manns í rannsóknum hjá ferðaþjónustunni sem að eru þá dreifðir inn í hinum akademísku stofnunum og ferðamálastofa hefur fengið þetta hlutverk en það hefur ekki verið fjármagnað og við eigum eftir að stíga mörg stór skref og verðum að stíga mörg stór skref í rannsóknum innan allar þessar víta til þess að vita meira þessa atvinnugrein sem orðin okkur svo mikilvæg til þess að að við getum haft stjórn á atburðarásinni. Það mikil umræða núna til dæmis stöðu flugfélaganna og fréttamenn nálgast alltaf við spyrjandann með tilliti til þess að hér sé alltaf fara til landskotans og bara leyfa mér að nota tækifærið og hrósa ferðamálastjóra fyrir yfirvegu orð bæði í fjölmiðlum í gær og í dag. Það ekkert alltaf fara til landskotans. Við skulum bara reyna að fá meira út úr hverjum ferðamanni og það verður bara gott. Og svo skulum við gera okkur grein fyrir því held ég, allavega það mín skoðun og menn geta verið sammála eða ósammála. Ég held að sé ekki til samfélag neins staðar í heiminum sem þolir 2 stafa tölu í vexti mörg ár í röð. Ég held að bara það ekkert samfélag sem að getur verið að kljást við. Það að kljást við sína eigin íbúafjölgun og það veruleg áskorun og bæta svo 10% ofan á það í fjölda ferðamanna. Það eiginlega ekkert samfélag sem þolir slíkan þrýsting mörg ár í röð. Jarl? Hvað segirðu? Takk fyrir þetta samantekt og kannski ítalega heldur en ég átti von á. Já. Það sem að ég horfi bara á í töflunni ykkur, þið horfið einhvern frá hausa, en þið horfið ekki á dvalartíma. Ekki á dvalartíma. Það að segja hversu lengi ferðamenn dvelja. Það ekki nóg að fá fiskinn í trollið, heldur hann þarf náttúrulega að fara í gegnum alla vinnslulínuna. Og þá veldur maður fyrir sér, hvort að þið hafið ekki inn í þessari breytu, hvernig breytist meðal dvalarlengd ferðamanna. Þar sem dæmi, ef að ferðamönnum fækkar 1 nótt miðað við 2017, þá minnir mig að það þýðir 15% samdrátt. Ef meðal dvalartíminn lækkar. Þannig að ekki nauðsynlegt að hafa það inn í þessu líka. Jú. Og við kannski eins og aðeins endurtaka spurninguna, þannig að hún kom umsetning bara líka. Já. Það var nú meira en ein spurning, sko. Þóri Garðarsson spyr aldrei svo einfaldar spurning að maður geti endurtekið þær í einu orði, en hann að spyrja það hvort að sé ekki nauðsynlegt að taka tillit til hvort við getum ekki hámarkað meira það sem við fáum út úr þeim ferðamönnum sem nú þegar eru hjá okkur. Það klárlega atriði. Já. Það þetta sem gerist þegar við förum úr ólympísku ástandi yfir í stýrt ástand. Af því að fyrst veitum við bara magn upp úr sjó, fjölda ferðamanna. Eftir við innlendum kerfið, þá erum við að velta fyrir okkur því sem við höfum út úr hverju hráefniskílói sem við höfum upp úr sjó. Þetta nákvæmlega sambærilegu hlutur. Ef við getum lengt meðaldvalartíma þessa 2,5 milljónir ferðamanna eina nótt, þá fáum við 2,5 milljónir gistinótta til viðbótar. Þetta kerfi á að leiða það af sér að við förum að hugsa svona eins og þú ert að tala um þau. Það afrakstur kerfisins.
Ég held líka, svo ég bæta aðeins viðvarandi hvernig við erum að byggja kerfi upp, við erum óbeint að taka þessa nýtingu. Ég held að við erum ekki að ná, eins og segir, að taka inn þennan dvalartíma hvers ferðamanns. Við erum alltaf að horfa á álag út frá þeim tölum sem við erum með. Ef við horfum á tökum vegakerfið sem dæmi. Við erum að reyna að átta okkur á því hver hlutdeild ferðamannsins sé í vegakerfinu. Það sem ég myndi helst vilja hafa væri bara þá GPS í hverjum einasta bíl. Það væri ágætt. Það var góða tölur þetta, samsetningu á hópferðabílum og bílalögubílum og það álag sem að þeir hafa á. Þá er ég líka komið með leið hvaða vegir það eru sem eru ferðamannavegir. Akkurat núna þá höfum við þær upplýsingar ekki. Við erum að bíða eftir því að fá, myndi ég segja, frekari gögn frá vegagerðinni sem að skilgreina þetta betur fyrir okkur. En í kerfi eins og þessu þá þurfum við að fara svona einfaldara leiðir til þess að átta okkur á þessu álagi sem dæmi. Við erum að velja, já, nákvæmlega. Við erum að nota gistináttartölur sem dæmi. Við erum að nota umferðarmagn á vegum. Við erum að nota ferðamannasegla líka til þess að átta okkur á því hverju vegir umfram þessa lykilvegi okkar. Það getur dottið inn að það mengi að vera þeir vegir sem eru helst undir álagi af völdum ferðamanna. Ef við tökum veitur sem dæmi, þá er það þannig að þar þurfum við að átta okkur á því að ástandið nú þegar er kannski óásættanlegt, burtséð frá ferðamannum. Og þar þurfum við að nálgast að hvar notkunin er og hvar mesta pressan er af völdum ferðamanna og er það inn á viðkvæmara svæði og svo framvegis. Þannig að þetta er dálítið, við þurfum dálítið að aðlaga okkur að hverjir breytu fyrir sig að því hvernig við áttum okkur á þessu. Þetta er eina af áskorunum að sjálfsögðu, sérstaklega þegar við höfum þessi gögn ekki alveg svona ítaleg. En við höfum, eins og segir, gistinætur, við höfum umferðartölur, við höfum ýmsa aðra nýtingartölur sem við getum nýtt þess að setja inn í þetta. Það er svona að ég svara, held ég þinni spurningu beint. Já, það var spurningu. Takk fyrir þetta Ólafur og Óskar. Það sem að þarna erum við bara að tala um sjálfbærnina, umhverfislega, félagslega og samfélagslega þætti og efnahagslega. Það byrja kannski að fara til gistinætur. Gistinætur og dvalardagar eru tvennt ólíkt. Ég gerir myndverk með 15 árum í útgjöldina og gistinæraði og ferðarþjónusta. Það var cirka 90% munur, ég skoðaði 3 ár á dvalardögum og gistinóttum. Þannig að bara til að setja inn samhengi þegar pæli hvað margir í landinu, þá ætti ég að setja dýpka það eins. Ég sammálaði með að við mikinn áhuga fyrir 10 árum að setja trakkir í bílugubíla og skoða ferðahöfðuna og hvernig þeir dreifast og annað. Þetta væri mjög áhugavert að gera slíkt verkefni og að sjá dreifinguna fyrir. Það sem kannski síðan í stóru myndinni, ég þá varandi þeir sem taka þátt í verkefni. Ég kannski hjó eftir því, bara fór hratt yfir. Ég hef kannski verið að sjá landsbyggðina og markaðsstofurnar meira inn í þessu líka út á, við erum að reyna að meta þetta álag. Og þá er kannski stóra spurningi bara er þetta hugsað fyrir landið eða að fara ofan í landsvæði líka til að reyna áttekur á gul og rauðu ljósunum. Hvernig er það að hugsa þetta svona, þetta koncept? Það er bara mjög spennandi að þetta með. Takk. Í fyrsta lagi var þetta einmitt markaðstofurnar á svæðin. Það er spurningu. Já, þetta er, ok, beint í spurningu. Nei, svara Já, fyrir ekki, já. Streymið. Alveg rétt, það meina það. Já, það var að spyrja þá sérstaklega út í hvort við séum að taka markaðstofurnar á svæðin og landshlutaninn, svo ég endur tekið nú vonandi rétt, og hvort við séum að fara niður á svæðin eða taka þetta fyrir landið allt. Áhersla okkar hefur verið svo að taka þetta fyrir landið allt. Það er hins vegar ákveðin gögn sem við höfum þar sem við erum að fara niður á svæðin og við verðum óhjákvæmilega að gera það á einhvern hátt. Við getum tekið náttúrustæðin okkar. Þar erum við að nýta kerfi sem þegar eru til staðar í umhverfisstofnun að hluta sem að hjálpa okkur að fara aðeins niður á svæðin. Við tökum vegakerfið, það er sama. Þannig að einhver leyti erum við að gera það en til þess að fá skilning fyrir landið allt. Þessi vinna hér núna, það hafa náttúrulega verið að koma til okkar aðilar víðsvegar að landinu inn í þessa vinnu, en hugsunum var svo að fara í samráð með markaðsstofum og fleirum inn á svæðunum þegar að vinnsla þessa verkefni sem komið lengra áfram og fara þá yfir afurðirnar og hvernig við erum að vinna þetta. Þetta þau þegar gerst, við höfum þegar hitt marga frá þessum svæðum í gegnum þetta. Ég bæti einhverju við, Óskar. Bara rétt að venda það, auðvitað gistináttartölur eru ekki réttar. Það eru jafnvitt svona milli árum. Þannig að breytingin, hún ætti að vera nokkuð skýr. Já. Ef við horfum til framtíðar, þegar þessi verkefni er lokið og þið eru að vinna þetta verkefni út frá þeim gögnum sem eru til í dag, er það tryggt bara fjármagn og fleira að þetta verkefni haldi áfram þannig að þegar ný gögn eru til og gefa betri mynd af stöðunni að þá er þetta
Ég get tekið. Það er ekki tryggt. Spurningin, Óskar? Já, það er spurt hvort að það sé tryggt að með aukinni þekkingu og öflun nýra gagna að það mat sem á sér stað í fyrstu umferð verði tekið til uppfærslu. Það er klárlega hugmyndafræði verkefnisins að svo sé. En það er nú eins og með fjárveitingavaldið, þú færð aldrei einhverja áherslun inn í framtíðina, en það er verkefni að vinna því að þetta kerfi það ítrast og verður betra og betra eins og fiskveiðistjórnunarkerfið okkar sem verndunarkerfi, og þannig festist það í sessi og verður okkur það stjórntæki. Þannig að það er algjört lykilatriði að þetta verði alltaf endurtekið, hvort að ritminn er árlega eða á 5 ára fresti, það eigum við eftir að finna út en til þess að við getum farið að nota þetta sem stjórnkerfi, þá þarf það að endalaust að vera lifandi, og þetta er ekki einskiptisverkefni, þetta er eilíða verkefni fyrir okkur Íslendinga meðan við ætlum að vera ferðamannaþjóð. Það er svo að fá að bæta við þetta. Það var eina áskorunum við það að móta þetta kerfi, að við erum að velja einn gögn til þess að mæla þetta sem eiga myndi að standast þessa skoðun. Þau séu til og þau séu til áfram. Við getum ekki nota einskiptisrannsóknir inn í þetta, heldur verður að nota vöktunar og rannsóknarseríur til þess að átta okkur á þessu. Það var einmitt hugsunin. Það þetta heldur aðeins aftur á okkur, og vonandi þá líka gerir það verkum að við fáum betra fóðurinn í það hvað við þurfum af rannsóknum, af vöktun til þess að skilja þetta betur inn í framtíðina. Við gefum skilaboðum það. Já, og það þarf bara að vinna í því að styrkja rannsóknargrunn fyrir ferðaþjónustuna. Við þurfum að fá fjármagn inn í það. Já, þú heyrir þetta. Nú erum kortur yfir. Nú erum kortur yfir, þannig að Fyrirgeðu. Fyrirgeðu. Þú ertu þarna fyrir? Já. Gjörðu svo vel. Þú hefur komið inn á þetta, mér langar bara að ítreka að það er náttúrulega ekki hægt að líta á fjölda ferðamanna sem einn massa. Það skiptir náttúrulega máli hvort að fólk er að koma hérna eina nótt og hvort það er bara í Reykjavík eða hvort það er hérna 14 nætur og fyrir út um allt land. Það var bara það sem mér langaði, eins og búið að koma inn á þetta. Já. Þetta með einn massa og dreifinguna er einmitt. Það er meðaltölin segja okkur einmitt ekki allt. Það er einmitt þetta sem við þurfum að skilja vel í þessu verkefni. Það er svo dreifing. Þetta er allt atriði sem að kerfið þarf að þroskast með. Það er ekki búið að ramma það inn með neinum þeim hætti að það sé ekki opið fyrir að taka inn nýjar breytur og nýja þekkingu þegar framleiða stundir. Nú skulum við bjóða næsta mann velkominn, Ray Selter. Gjörðu svo vel. Hann ætlar að segja okkur svona frá heimi Nýsjálendinga. Nýja-Sjáland á margt sem að við getum heimfært á okkur, fyrir utan að þeir hafa miklu lengri sögu í ferðaþjónustu, og við höfum notið þess að fá að svona kíkja, eða fá þá til að kíkja yfir öxlina á okkur og vera leiðbeinandi hvað við eigum að gera og hvað við eigum ekki að gera, og njóta þeirra þekkingu og reynslu sem þeir hafa. En Ray kynni sig sjálfur. Gjörðu svo vel. Kia ora e hoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. That's my Maori welcome. I don't speak any Icelandic, so I'll switch to English, just to hopefully everybody can understand my English. Just a little bit about me first. I work for a company that covers Australia, New Zealand, and many of the Asia-Pacific countries. So we're a completely different part of the world. I used to be the General Manager of the Ministry of Tourism in New Zealand, which covered policy, research, and funding. And I've also worked on similar growth issues and infrastructure issues in New Zealand. And as a part-time job, I also act as a tour guide for Icelandic visitors. And you'll see a few people, oh, the laser doesn't work, in the boat there that are in the audience. Basically, in terms of this presentation, I just thought I'd cover what's been happening in the world, why New Zealand, what are some of the issues in New Zealand,
and their commonality. But also I want to focus on what are the responses to these issues, what's the change that's happening in the industry, and also just a brief comment at the end about why this project is so important. Just really to give a bit of history in the background, in the early 2000s in the tourism industry, environment became very important. Before the GFC, you will have read in the newspapers, flying is a crime, air miles, the environmental footprint of tourism was under study. Then most of the world had a bit of a financial problem, and Iceland was definitely one of those countries. So suddenly there was a switch. Environment didn't matter for a while. It was all about surviving as an industry, and secondly about growing tourism. Now over the recent years, cost of travel's come down. China as a travelling nation has had a profound impact in many countries around the world, and environmental concerns are back on the agenda, and sustainability is also becoming extremely important for tourism. This is just the growth numbers for China compared with a couple of other countries. It's just exploding around the world, and Iceland will be a recipient of that. Just some comments about, well, why New Zealand? Essentially, our tourism product and experience is very similar. We have Geysir on the right-hand side and Potu Geyser. We just slightly adjust the pronunciation in New Zealand. So nature, landscapes, very common. Adventure activities. What's driven growth? Aviation and the wealth of the countries where your visitors come from, the two big drivers. The other thing which is really hard to quantify, being a cool destination, what everybody's talking about by way of the places they want to go. And what's the result? New Zealand's had 7% compound growth for about the last 15 years. So Iceland has had much more growth than us. Other than this year, 25% compound growth. There are a few differences, of course. We have 4.5 million people, and we have 27 million sheep. So you're a bit short on sheep and also people. We have about just under 4 million visitors versus 2.2. And I think one of the other important things is that in New Zealand, domestic tourism is 60% of the total tourism market. And in a policy and an operating sense, we tend to ignore the domestic tourism side, and a lot of the focus is on international visitors. And in Iceland, you've got a much better reason for focusing on international tourism. As a percentage of GDP, tourism is more important in the Icelandic economy than New Zealand. We have one short-haul market, which is 3 hours away, so that's 30%. But again, the rest of our visitors travel 12 hours to get to us. So a similar thing to Iceland in that you don't have near neighbours that are generating a lot of the tourism traffic. One of the things that New Zealand's focusing on is moving up the value chain, getting very much into the services and experiences area, and getting out of the commodity type business. And some of the common issues, I think it's quite clear in terms of the research in both countries. There's very strong support for the economic benefits of tourism in the nation. This is survey data from New Zealand. 96% either agree or strongly agree that international tourism is good on the economic side. Iceland is the same, except the question's back to front, or saying basically members do benefit from tourism. But we have very common issues. Community concerns about the number of visitors, attitudes have changed, the environmental effects in key locations, congestion.
but it's not an even story, the same as Iceland. We've got extremely congested parts of the country and other parts of the country that are looking for more visitors. So it's not a one-size-fits-all story, and that's extremely important. The other thing that we're acutely aware of is the community view about tourism, and that covers a whole lot of things. It covers, would you encourage your children to go into tourism? Are you welcoming to visitors who you see in the street? Are you happy to see a rental car in your town? And we call that the social license to operate. And it's a very sort of, it's a bundle of attitudes around the industry. Because some industries, communities absolutely hate, and some industries, communities absolutely like. And tourism has been a very attractive industry for many communities. But if it starts to turn, you know, regulatory attitudes, people's attitudes change, and it makes it extremely difficult to run an industry. But attitudes do change over time, and this is the concern about pressure of visitors in New Zealand being too much. We've seen a lot of concern, but it's starting to it's not keeping on growing with visitor numbers. It's just starting to flatten out. And so for the last year, it's been pretty much stable, whereas it's grown quite significantly from 2015. So people become accustomed to what the current experience is. Just a few assumptions. The view is that while the current rate of tourism growth is not sustainable, global growth is going to continue for some time to come, and the world forecasts are for continued growth. There's often a mismatch between growth and infrastructure, and Iceland and New Zealand are in exactly the same position for that. The other question, which I think the industry would comment on, is that the revenue's coming into the country, but where's the expenditure in infrastructure? So where's that money going? And I think for both destinations, we're both extremely focused on maintaining the quality of the experience. So just some of the issues for us. Our national parks, the same as your nature sites, a lot of pressure. We want to keep an authentic experience. Is the growth sustainable? Talked about infrastructure. And the other things around investment to meet visitor demand. Private investment comes in, but where's the government investment or the public infrastructure? The water supply, the wastewater, waste treatment. So I wanted to just focus on, so we've got these issues, what do you do about them? And these are just sort of what's happening in the New Zealand context. Effectively, our government has finally recognised that they've got to change what government does. So there's a much stronger emphasis on infrastructure provision. There's a greater emphasis coming on education, both about tourism for communities, what's the benefit of tourism in a community, but also the labour market in terms of putting more investment in training people to work in tourism. Better data, especially around regional information. It's good to have national information, but as I said, if you've got high growth and pressure in one area and you've got, basically you can take a lot more visitors in another area, how do you have that good information to manage those visitor flows? Money is always important, and these are some of the things that are happening in New Zealand in terms of money. Some of them are quite controversial, I might add. The government has announced that it's going to have a new tax on visitors coming into the country. The mechanism is an electronic travel approval, which is a little bit like the United States ETSA, but the money is being tagged, so 50% goes to tourism and 50% goes to nature sites. Finally, there's going to be some big investment in infrastructure and tourism product around outside the main cities and to encourage spread.
and a very controversial one is about differential pricing. Charge foreigners more for the same product or experience as residents, and that's about basically ensuring that residents still have access to the tourism experiences. Information. Yes, we look around the world and we steal what we like. So this is the Icelandic pledge translated to New Zealand. Some of it might look a bit familiar to you. I've converted it into Maori, but other than that, it's very similar to work that you have been doing for many years. Big emphasis on information, ensuring that visitors have quality information and are able to manage their experience and go to places where there's less congestion. There's been a big rethink about how we market internationally. Instead of just having a fairly general marketing campaign, we've taken a lot of the icon sites out of the marketing process and are focusing on the regions where there are less visitation in terms of the imagery, in terms of the stories of the international marketing. So Tourism New Zealand, which is the equivalent of Promote Iceland, has very much changed its focus on marketing. New Zealand is full in the summertime. Essentially, we can't take any more people. Prices explode, so the whole marketing strategy is focused on winter, autumn and spring. There's generally no summer marketing of the destination now. There's also a very strong focus on who we market to. It's all very well to market to our easy markets next door, we know they come, but where are the markets that we want to focus on to drive visitors in the off-season? And an example of that would be a big investment in marketing to India. The Indian visitor comes to New Zealand in our winter time, which is their summertime, to escape the heat. They're great visitors, they spend a lot, speak English, travel in families, and so really moving the marketing to address the issues in the country. And finally, why is this project of great interest to me and also to people in New Zealand? This is the first at a national scale. The other thing is globally there's a lot of talk about sustainability. This one will actually gather data. It integrates economic, social, environmental, and really importantly from a government and an industry perspective, as Oli put in his slides, you can say what happens if we have 12% growth or if we have 4% growth, and it basically drives good quality decision making. So in that regard, it's a really important project for everybody. Thank you. Af því við erum ekki pressuð í tíma þá er spurningi, einhverjar svona brennandi spurningar fyrir Rey eða eigum við bara að taka það eftir? Það er enginn búinn að reisa hönd, þannig að we take question afterwards. Yep, sure. Njáll, gjörðu svo vel. About the fee to entering now New Zealand, this discussion in New Zealand in the politics and the communities about the fee, how was it? A lot of the industry are a little bit divided about it. The argument is that there's $3.5 billion of revenue that comes from international visitors into New Zealand. About a third of that goes to government through taxation processes anyway. So where's that money gone? And this will collect about 60 million New Zealand dollars. It's going to cost $25 million to set up. So yes, we'd like the revenue, but it seems to be a very small piece of revenue to build a new instrument. So we'd all like the revenue, but the mechanism seems just a sort of a drop in the bucket in terms of the revenue side. Politically, it's gone through quite easily because it responds to, I guess, the general public's attitude that, visitors are causing this problem, therefore we should charge them more. But in reality, it's only a very small piece of revenue.
Thank you, Ray. The next visitor we have, Nathan Rigner. The floor is yours, Nathan. Thank you all for having me here. Very pleased to be with you, and thank you for coming out this morning to join us for this conversation. First, let me start with a little bit of an introduction to myself. My name is Nathan Rigner. I'm from Recreation and Tourism Science, a consultancy in the United States. I am a social scientist. I'm a social scientist who works mostly in parks and protected areas, nature-based destinations. I have experience in the United States, working in Oman, and here in Iceland. My focus is primarily on crowding and conflict-related issues and how they manifest in carrying capacity in nature-based tourism destinations. I'd also like to highlight, this is a bit of an advertisement for myself, that I'll be here for much of 2019 as a Fulbright Fellow up at the University of Akureyri with the Icelandic Tourism Research Center, and I look forward to working with you all more then. So, the message that I want to share with you today is more about methods. Ray and Oscar and Oli, I think, did a great job of positioning why this work that we're doing is important and the outputs of it for you. I want to share a brief story about how this work has a parallel in the U.S. National Park System and what that can do to help inform what we're doing here. So I see a number of parallels between nature-based tourism in Iceland and tourism to national parks in the United States. Both Iceland and its nature-based tourism and tourism to national parks in the United States represent complex socio-environmental systems. We have significant objectives for the conservation of natural and cultural resources, the protection of the environment. We also have significant objectives for economic development and for providing high-quality experiences to visitors both from our home countries and from abroad. And oftentimes, these objectives are in competition, and if not in competition, at least in tension with each other. In both of these systems, access is limited to a certain extent. Here in Iceland, through limited access via the ports and the airports to foreign tourists, in national parks through limited numbers of entrances. However, once tourists enter these systems, there's a high degree of connectivity, both spatial connectivity within the system and connectivity among sectors and operations within the system. Both systems are also marked by high numbers of visitors in comparison to the capacity, the administrative capacity and the residential capacity to handle these. So the U.S. National Park System uses a visitor use management approach that is very similar to the type of analytical approach that we're using within this project. And it begins with desired conditions. And I'm going to harken back a couple of times to Ray's statement that this project we're working on is one of the few, perhaps the only, tourism planning project that truly gets at sustainability going on at a national scale globally. So desired conditions are statements about what we want the world to be, the way things ought to be. And in this project, we're working to envision how we want tourism in Iceland to play out over the next couple of years. So we begin our planning process with clear statements about where we desire things to go. These statements are broad and these statements are narrative. We need quantitative measures
that synthesize the desired conditions that allow us to figure out where we are on the road towards sustainability. And these are our indicators. These are what we identified in the first phase of the process and what we're working to put data into now. That data comes from monitoring. Monitoring tells us what is happening, the way things are, the current state of conditions. To truly address, to truly address sustainability, we need thresholds that tell us when things go from good to bad. We need quantitative measures of what sustainability is and how to design it. Those thresholds are informed by research. We can't just pull them out of the air. We need to conduct research about the way people feel, about how environments and infrastructure responds to varying levels of use. Those thresholds are informed by research. We compare our monitoring data against the thresholds, and that tells us whether we need to take management action or not. The research also informs us what management actions might be most successful and whether there are unintended consequences of those management actions. And we determine the success and presence or not of unintended consequences through iterative monitoring. This is not just a one-time through cycle. Through this process, we will identify indicators, we will evaluate them against thresholds, we will use research to determine the best course of action, we will take action, and then we will monitor to see if that action was successful. And so in this way, we are entering into a cyclical process that helps us determine our desired conditions. I'm going to tell you a story about how this plays out in Yosemite National Park. Who here has been to Yosemite National Park? I know there should be at least one hand up in the audience. Thank you. So Yosemite National Park is among the first national parks established in the United States. Just over 300,000 hectares, receives 5 million visitors a year. It's within a 4 to 6 hour drive of San Francisco and LA. It's on the itinerary of most international visitors to the west coast of the United States. And on any given day in the summertime, there's more than 40,000 visitors in Yosemite National Park at once. It's a beautiful place. Spectacular nature, opportunities for solitude, for recreation, really intimate opportunities in the nature of the West. Intimate opportunities. It's also a place that's marked by crowding, congestion on the road network, congestion in the wilderness, congestion at the services within the park, the restaurants, the hotels, the campgrounds. To manage this, Yosemite said, well, first, before we just take what is happening in this place, we want Yosemite National Park to be a place of high-quality experiences. We need to articulate what our desired conditions are. Their desired conditions for Yosemite Valley, the heart of Yosemite National Park, is to provide a diversity of high-quality recreational experiences in Yosemite Valley, which is centered on the Merced River flowing out of the Sierra Nevada mountains. The diversity of experiences include viewing waterfalls, include hiking, include rafting on the river. So no single indicator is going to be able to tell us what is happening with these experiences in Yosemite National Park or what ought to be happening. We need a suite of indicators, a multi-criteria evaluation. So we look for measurable, synthetic, manageable proxy variables for these conditions, like visitor densities at viewpoints at waterfalls, like the flow rate of boats or the number of hikers per hour on trails. These are indicators that were identified through research and that are sensitive to change. But those indicators themselves aren't enough. We can't just count the number of boats at one time on a beach or the number of people at one time at waterfalls. We need some benchmarks or thresholds to evaluate whether the current state of these indicators are good or bad. And in Yosemite, they have two thresholds. They have, is this acceptable? So is this good enough? Is the level of use here good enough?
they have another threshold, in this case called displacement, which gets at would you come back here or not if you experience these conditions again. And through monitoring and research, levels for each of these thresholds matched with each indicator were determined for a range of sites throughout the park. By looking at these thresholds, by considering what desired conditions Yosemite wants, they came to a tiered course of management actions, where through monitoring over time, if the value of these indicators is seen to be exceeding thresholds, the managers of Yosemite National Park will step through a process. Trigger point number 1 involves enhanced monitoring, education of visitors, some rather light site management options. If after taking those management actions, monitoring indicates that further action is needed because thresholds are still being violated, then there's another management point, more restrictive, that will be met. And through this process of using monitoring data, doing research, doing public scoping, this management plan has been accepted by the stakeholders and by the American public and is currently governing use in Yosemite National Park. And so this is a story I wanted to share with you about a place of very high value to us in the United States that has worked through a process very similar to the process we're working through right now, and that is being implemented to successfully protect both the value of the nature and cultural resources in the park and the experience of visitors to the park. Thank you for your time. Thank you, Nathan. Við eigum kortur eftir, þannig að spurningar til Nathans og svo bara spurningar gagnvart þessum 3 erindum. Þannig að einhver sem hefur spurningu eða vill mikrofón svo að þeir sem eru á streyminu heyri spurningarnar. Thank you for an interesting lecture. I'm just curious, has the acceptability changed dramatically since, if we go a couple of decades back, acceptability of number of visitors in the park? The acceptability, well, first of all, we, like many other places, are in some ways limited by the amount of data we have over time with trends. One of the things that I think has become very clear to managers of tourism in these sorts of places in recent years is that a commitment to monitoring over time is required to make sure that there's data available to answer just your question. That's the first thing I have to say. The second thing I have to say is that there is, among some groups, there is stability of acceptability evaluations over time, particularly among first-time visitors, which is why it's important to measure not just acceptability of first-time visitors, but acceptability of those who know the site better. In Yosemite, it might be repeat visitors or people who visited years ago. Here in Iceland, I think a key data point is the mood of Icelandic residents or the acceptability of things to Icelandic residents. And to also pair these acceptability cognitive or perceptual measures with evaluations of conditions on site, with ecological measures, with measures of service quality in infrastructure, for example, so that we're using multiple criteria to answer these kinds of questions and be committed to build the trend data we need over time. All the questions have been answered, so that's great. I think we've got one from Jon here. Okay, Jon Geir. I can raise one question. So my question is maybe
yeah, maybe more directed to you, Ólafur from EPLA, but the other colleagues as well. It relates a little bit to the scope of the Icelandic study being sort of conducted on the national scale. And as you outlined in the beginning, there is no other country globally that has been doing a similar thing for the country as a whole. And I understand immediately that a lot of the criteria that you are looking at, taking what is my specialty is the nature sites. I would presume that the overall estimate of Iceland as a whole is that tourism has a very limited impact on Icelandic nature in general, while there will most likely be a massive impact if you look at specific sites, as we all know, those most popular sites. So my question is maybe a little bit aligned with that, you know, how do you foresee that you can somehow embark the journey from looking at this at the macro level, taking it down to the local level and informing then policymakers to deal with, you know, social issues, impact on nature locally, which is, I think, the biggest case. And you can correct me, I think we are receiving the lowest number of tourists as a whole of all OECD countries. So the overall number is maybe not that very high, but it's sort of the localized impact that is maybe of most concern. I think I'll continue in English, so they can add if needed. Yeah, and I agree with you. We're trying to not get lost in averages. If we take the nature sites, for example, we are going to go a bit down to the areas to get a fuller understanding of at least the pressure points within different regions of the country. In that case, the data that we have, and we're fortunate enough to have, is not as comprehensive as what Nathan was describing, but during the work, in the work groups, we found out that the Environment Agency has a system already in place for protected sites where you do a site assessment for 100 sites. I would like to add to these, of course, in the future. I would like to add sites that are not only within protected areas that the Environment Agency is taking care of, but also for other national parks and privately owned areas, high volume areas and so on. But this information is giving us, I would say, valuable information for the country as a whole, but we also have to focus, and we go a bit down to the sites as well. We can also look at these sites for different types. So the high density, you know, high volume of visitors, a lot of need for infrastructure, and the low density, few, less accessible, sensitive to a lot of infrastructure, for example. So yeah, we have those tools in this case, for example, fortunate enough. And that's because I think we made sure that we looked around and we're drawing in what's happening within other ministries, other agencies in Iceland. I think it's important that we understand that this is part of a journey, and that the first national look, from my perspective, says where we should focus. And as Oli's indicated, there's some good information at a regional level for some things, and there's no information at a regional level for others. So one of the results of this project will be to drive further investigation about what is important at a regional level. I think the other thing is also about investing in good indicator sites. So you might just look at a couple of sites and say, right, these sites are important, and we can take the learnings from that for 40 other sites, and the other 60 or something we don't need to focus on. So it does enable you to have an agenda of future work that's optimised for the issues that are in front of the industry. I just want to add, it's like, I say this to the groups. We now have a sort of shotgun that we're using to shoot at the target.
We will hit it. It will be a bit messy still, but we want to, straighten the aim. Go down to sniper stuff later on. Nú ef ekki, þá ætla ég nú bara að loka þessu. Thank you, Nathan and Ray, to be with us, and good journey home, and Merry Christmas and Happy New Year. Aðri gestir, takk fyrir að vera með okkur, og þið sem eruð á streyminu, takk fyrir að horfa. Óska ykkur gleðilegra jóla og bara eigið þið ánægjulega daga framundan. Takk fyrir.